Já, ekki, má ég heyra, stemming? Geggjað, heyri, velkomin á kosningagleði Samfylkingarinnar. Já, við megum gera aðeins meira. Það verður meiri stemming ef við tökum aðeins lengra klapp, þannig að framvegis. Þetta var svona skemmtilegt að við byrjum, en nú ætlum við að taka lengra, ok. Aftur, velkomin á kosningagleði Samfylkingarinnar! Ég var alveg svona duggan stuðningsalega hérna fremst, ég fílaði þetta. Já, ég heiti Steiney og ég ætla að vera kynnir hér í dag. Þið kannist kannski við mig úr sketsaþáttunum Kanari, einhver kannski, já. Einhver kannski kannast við mig fyrir að hafa tapað söngvakeppninni með Reykjavíkudætrum. Mér er alveg sama, Og sum líka kannast við mig fyrir að vera dóttir Halldóru Geirharðsdóttur. Leikkonu, já, einmitt, já. Alltaf fær það mesta fagnaðarlætin þegar ég segi það. Og einmitt, og svo segir fólk, er ekki æðislegt að eiga mömmu sem er leikkona? Nei, það er ekki æðislegt. Og það toppaði sig fyrir nokkrum árum þegar ég var að djamma og hitti Erp Eyvindarsson sem sagði við mig, oh my god Steiney, þú ert svo flott, þú ert að gera svo flotta hluti, en mamma þín, það var bara, ok, here we go again, ég veit ekki hvort ég á að reyna við þig eða hana, það var bara, æðislegt, takk fyrir þetta. En við erum ekki hér til að tala um mig, við erum hér til að tala um Samfylkinguna. Mér finnst Samfylkingin frábær af því að þið eruð ekki rasistar. Og það er allt og sumt. Nei, tjók. Nei, þetta er náttúrulega magnað, sko. Maður hefði haldið að þið myndu bara fá öll atkvæðin af því að þið eruð bara svona gott fólk. En það virðist vera samkeppni og ég er mikið pælt í þessu, bara hvernig stendur á því að það er fólk til á þessu landi sem kýs Miðflokkinn sem að samt eru kvennhatarar. Og ég er búin að pæla mikið í þessu og ég er búin að komast að niðurstöðunni. Og ég má náttúrulega segja þetta þegar ég er ekkert í framboði eða neitt svona. Ég má drulli yfir alla hina stjórnmálaflokkana. Og það er náttúrulega af því að þau taka áhættur og eru dálítið svona að ögra. Og eins og til dæmis daginn, þú veist, ótrúlega sniðugt daginn, þá gera þau eitthvað en svo segjast þau bara, þú veist, já, gera eitthvað hlut og svo segjast þau, ég vissi ekki að væri að gera þennan hlut. Eins og Bjarni Ben sem selur pabba sínum banka og svo segir hann bara, en ég vissi ekki að ég hefði gert það. Og það er allir bara, ok, hann vissi það ekki. Svo líka frábært eins og nýja slagorðið hjá Framsókn, er ekki bara best að vera öll rasistar. Og fólk er bara, það er samt best að kjósa Framsókn og halda því áfram. En við ætlum hér í dag að fá nokkur frábær tónlistaratriði, við ætlum að fá nokkur frábæra ræður. Fyrsta atrið á svið er hljómsveit sem heitir, tónlistarkona sem kallar sig Kusk. Hún var að vinna músíktilraunir og hún ætlar að taka eitt lag, svo ætlar hún að fá vin sinn Óviti með sér á svið og þau eru saman dúóið Gúrkur. Og ég var eitthvað áðan að spjalla við að vera eitthvað, já, hvað ég að segja? Hún eitthvað, já, minn helsti kostur eru gúrkur. Og ég er eitthvað, hvað þýðir það ef að kosturinn þeir eru gúrkur? Bara ég borða mjög mikið af gúrkum. Þannig að ef þið borðið mikið af einhverju mat, þá getið þið sagt að það sé kosturinn ykkar. Og ég spurði líka, því ég sé að það eru nokkur krakkar hérna. Hæ krakkar, kusuð þið mig í söngvakeppninni? Ég tapaði samt. Nei, heyrðu, nei, af því að það eru krakkar hérna að hugsa, ok, það er kannski ekki mikið af eitthvað svona ræðum sem eru til ykkur. Þannig að ég ákvað að spurja alla sem eru að fara að koma hérna fram. Hver er uppáhalds Disneymyndin ykkar? Og hjá þeim, Kusk og Óvita, þá er það sem að Ratatouille, það er hjá Óvita. Hefurðu séð Ratatouille? Ekki? Nei. Æ, hún er með eitthvað svona rottu sem er að búa til mat. Hún er alveg flott, sko. Og svo er það Kusk og hún sagði,
Secret Life of Pets sem er svona ákveðin áminning á hvað maður er orðinn gamall af því ég veit ekkert hvað mynd það er. En við skulum bjóða þið velkomin á svið, þetta er Kusk, gjörið þið svo vel. Halló, gaman að sjá ykkur, gaman að vera hér. Það er búin að vera bara draumir síðan ég byrjaði tónlist að fá að koma frá mér gamla bíói. Þannig að í dag er stór dagur. En fyrsta lagið sem ég ætla að taka heitir Undan berum himni og bara gjör svo vel og njótið eða eitthvað. Sólin á döfinni, ég lít tilbaka því inn í bláum bil, enginn segir neitt, ég lít tilbaka. Þótt að það blæði undan berum himni þar sem að ég ligg eins og heimurinn slaki á og taki sig til með blómin fyrir augunum, ég hugsa bara fram á við. Og inn í bláum bil, mér finnst ég vera til, sólin á döfinni, ég lít tilbaka, ég búin að finna þig, mér finnst ég vera til, á endanum ég brosi við. Svona loftpíanói sko. Finnst ég vera til, sólin á döfinni, ég lít tilbaka, ég er búin að finna þig, mér finnst ég vera til, á endanum ég brosi við. Svo heimurinn slaki á og taki sig til með blómin fyrir augunum, ég hugsa bara fram á þig. Þótt að það blæði undan berum himni þar sem að ég ligg eins og heimurinn slaki á og taki sig til með blómin fyrir augunum, ég hugsa bara fram á þig. Og inn í bláum bil, mér finnst ég vera til, sólin á döfinni, ég lít tilbaka, ég er búin að finna þig, mér finnst ég vera til, á endanum ég brosi við. Það er búið. Takk fyrir. Næsta lag sem ég ætla að taka er eina lagi sem ég er búin að gefa út hingað til. Og það er með engum öðrum en þessum óvita, Right Here. Og lagið heitir Flugvélar og ég vona bara innilega enn og aftur að þið njótið. Standi í stað. Ég finn
Farinn að sýna hvað ég finn. Ég finn að tíminn lengur að líða þegar þú ert hér en ég þar, ég kann ekki að bíða. Ég tilbúinn að koma lífinu öll á stað, viltu koma með mér að sjá stjörnurnar? Og þó við komumst ekki lengra en til tungsins fórum við á stað í ferðalag sem aldrei verður búið. Langar að lifa áður en tíminn búinn. Einn daginn vöknum við allt og þreytt og lúin. Flóknir draumar, ég sef ljúft í alla nótt. Fylgist með, þetta gerist allt svo fljótt. Þú vildi fljúga með mér, við hættum allt og hratt. Nú ég langt frá þér en ég sé eftir því að gefast upp. Fara burt, ég fór kaflaskil, það var ekki nóg. Ég týndi sjálfur mér, ég týndi þér. Vondur kafli, já ég kaupum nýja bók. Wow, ég sagði þetta allt og fljótt. Gleymd að verða partur af þér áður en ég fór. Wow, ég uppi alla nótt. Ég uppi, en ég sé eftir því að gefast upp. Fara burt, ég fór kaflaskil, það var ekki nóg. Fletta upp, kaupa nýja bók. Gefast upp, fara burt, ég fór. Gefast upp, fara burt, ég fór. Kaflaskil, það var ekki nóg. Fletta upp, kaupa nýja bók. Gefast upp, fara burt, ég fór. Ég finn innra með mér. Ég hægt að reyna að breyta því sem á að standa í stað. Ég finn innra með mér. Ég ætla að reyna að breyta því sem á að standa í stað. Ég finn innra með mér. Ég ætla að elta heiminn, farinn að sýna hvað ég finn. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Og eigið geggjaðan sumardaginn fyrsta. Já, gleðilegan sumardag. Vá, geggjað. Nú kemur annað það kemur núna ræða. Ég hef samt að hugsa að kannski vill næsti ræðumaður halda líka tónlistaratriði. Þetta áskorun. Ef þú vilt gera það, þá máttu taka lagið líka. Nei, við ætlum að taka núna að fá nokkra ræður. Það var smá breyting reyndar á ræðuhöldurum því Ingibjörg Sólrún, hún sagði að forfallaðist, en engar áhyggjur. Því við erum að fara að fá hér í dag í staðinn fyrir Ingibjörgu 2 aðra. Og það er Helgi Pétursson, sem formaður Landssambands eldri borgara, og Ragna Sigurðardóttir, forseti ungra jafnaðarmanna og borgarfulltrúi. Klöppum fyrir þeim.
En svo sem ætlar að halda hérna ræðu fyrst og mögulega tónlistaratriði. Nei, þjók. Setja henni í ógeðslega óþægilega stöðu. Ég spurði hana hver væri, hún heitir Heiða og ég spurði hana hver væri uppáhald teiknimyndin hennar. Og hún sagði að það væri Paddington. Ég spurði Disneymyndin og það er Paddington. Ég held að sé ekki Disneymynd en það er allt í lagi. Og ég spurði, ok, af hverju? Og hún sagði af því að hann borðar svo mikið. Þannig að ég sé ekki af hverju þú ættir ekki að vera kosin í vor. Af því að ég held að það sé eitthvað sem við getum öll verið sammála þá er það að það er mjög næs að borða. En við skulum bjóða hana velkomna svið, þetta er Heiða Björg Hilminsdóttir, borgarfulltrúi og varamaður Samfylkingarinnar. Það er stórkostlegt að sjá okkur öll hérna, svona mörg saman komin á fyrsta degi sumars. Ég ætla sannarlega ekki að gera ykkur það að syngja neitt, þið mynduð ekki kunna að meta það. En hver veit, ekki grunaði mig að ég myndi fara í stjórnmál og hér er ég nú samt, þannig að ég geymi þessa hugsun með mér hérna. En það eru sem sagt 22 dagar í kosningar. Það er ótrúlega stutt. Þá munum við öll Reykvíkingar ganga og kjósa og við sem erum hér samankomin, við verðum að tryggja að jafnaðarhugsjónin verði áfram leiðarljós við stjórn borgarinnar. Og það skiptir reyndar alveg ótrúlega miklu máli. Og ég var að hugsa í gær þegar ég var að skrifa niður nokkur atriði sem ég ætla að segja við ykkur að í rauninni er það þannig að Reykjavík mótar að miklu leyti Ísland. Reykjavík vísar veginn, ryður brautina og ræður í raun úrslitum það hvernig íslenskt samfélag þróast á svo ótrúlega margan hátt. Og nýja Reykjavík, velferðarborgin Reykjavík, hlýja Reykjavík, sama hvað ykkur finnst best að kalla það, þetta á erindi við ykkur öll. Af því að við finnum öll að borgin okkar er á réttri leið og við verðum að halda áfram. Ekki bara fyrir okkur sem búum í Reykjavík, heldur fyrir okkur öll sem búum á Íslandi. Og við vitum líka að helstu áskorunum samtímans verður ekki mætt án aðkomu borga. Ekki síst höfuðborga. Og ég get nefnt þarna loftslagsmálin og hvernig við erum að bregðast við jöfnuði, reyna að koma á jöfnuði í heiminum, berjast gegn ójöfnuði, jafna tækifæri fólks, jafnrétti kynjanna, móttöku flóttafólks, baráttu gegn ofbeldi og margt fleira sem að borgir í Evrópu eru að leysa í rauninni og þessi vandamál verða ekki leyst án aðkomu þeirra. Og það er ekki tilviljun að öllum framsæknustu borgum í Evrópu er stýrt af jafnaðarmönnum. Vegna þess að því að öll þessi verkefni verða best unnin með jafnaðarhugsjónina að leiðarljósi. Það er einfaldlega þannig. Þannig að kæru vinir, við sem erum hér samankomin og við sem erum á þessum lista höfum sannarlega ástríðu fyrir borgin okkar, fyrir framþróunarnar og hvernig við getum gert daglegt líf fólksins í borginni betra. Hvernig við getum stuðlað að heilbrigði allra, öryggi og vellíðan og við viljum og við vitum hvernig við getum skapað gott samfélag, betri borg fyrir okkur öll sem erum hérna núna en líka komandi kynslóðir. Við vitum að gott samfélag verður til þegar allir íbúar fá tækifæri til þess að taka þátt, þar sem að enginn er skilinn eftir, þar sem að íbúarnir upplifa frelsi og samstöðu og tækifæri til þess að láta til sín taka. Þetta eru hreinlega grunngildi Samfylkingarinnar. Þetta eru grunngildi okkar jafnaðarfólks að tryggja að við séum öll í sama samfélagi. Því að sundrasamfélag er hreinlega ógn við öryggi okkar allra og farsæld, af því að það sem er mikilvægast fyrir fólk er í rauninni þegar upp er staðið að tilheyra samfélagi og finna að maður skipti einhvern máli. Og þess vegna eiga jafnaðarmenn að stjórna í Reykjavík.
Sem leiðandi afl í höfuðborginni, þá munum við halda áfram að vera óhrædd við að setja stór mál á dagskrá í íslensku samfélagi. Tala fyrir þeim og framkvæma. Þetta ekkert alltaf auðvelt og ekki einu sinni endilega alltaf mjög vinsælt að ryðja brautina. Og margt af því sem að jafnaðarfólk hefur sett á dagskrá hefur hlotið háværa gagnrýni í upphafi, en nú jafnvel eitthvað sem að almenn skoðun eða viðurkennt sem framfara skref. Ég get nefnt uppbyggingu leikskóla, kvenfrelsismálin, hreinsun strandlykkjunnar, þéttingu byggðar, móttöku flóttafólks, framtíðarskipulag Vatnsmýrinnar, þjónustu við heimilislaust fólk, styttingu vinnuvikunar og í rauninni margt fleira sem að við höfum sett á dagskrá. Og með verkum okkar í Reykjavík höfum við breytt Íslandi til betri vegar og við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Kæru vinir, við getum nefnilega sannarlega verið stolt af verkum okkar í Reykjavík. Reykjavík og á að vera öflugasta sveitarfélagið í velferðarmálum og hverskyns félagslegri uppbyggingu og þjónustu. Húsnæðisuppbyggingin í Reykjavík hefur verið meiri hér heldur en annars staðar á landinu. Ekki láta neitt segja ykkur neitt annað. Og hér eru við, auðvitað flest aðra, að byggja upp húsnæði fyrir alla hópa samfélagsins. Við drögum vagninn í loftslagsmálum og við stefnum hraðbyr á kolefnishlutlausa, blómlega og heilbrigða borg. Við höfum nánast útrýmt launamenn kynjanna og við erum í forystu í þróun menntunar barna á Íslandi. Við höfum innleitt nýja hugsun í skipulagsmálum og samgöngum sem grunnurinn að sjálfbærri uppbyggingu til framtíðarinnar. Borgarlínan og þétting byggðar í raun forsendur kolefnishlutleysis og heilnæmara borgarumhverfis. Lykillinn að framtíðinni, rétt eins og hreinsun strandlykkjunnar og uppbygging leikskóla, var þegar Ingibjörg Sólrún stýrði borginni inn í nýja tíma á sínum tíma. Og svona gæti ég haldið áfram endalaust. Við höfum náð góðum árangri og við getum gengið hnarreist og stolt til kosninga í vor. Reykjavík á réttri leið. Við erum hverginlegri hætt, framtíðinni núna. Við verðum að halda áfram. En kæru vinir, við erum hérna að tala okkar stefnu til næstu 4 ára. Þar sem við leggjum áherslu á að halda áfram að byggja upp nýju Reykjavík, en líka, eins og mér fannst svo fallegt, hlýju Reykjavík, sem að samfélagi sem skilur engan eftir út í kuldanum, samfélag jöfnuðar og velferðar og kærleika og virðingar, orð sem við erum búin að taka inn í borgarkerfið núna og tökum utanum af heilum hug. Af því að við setjum velferð fólks í fyrsta sæti, af því að við vitum að velferð eins velferð allra. Og í vor ætlum við að leggja áherslu sérstaklega á menntun og velferð barna og barnafjölskyldna. Af því að við viljum að öll börn sitji við sama borð og við höfum reyndar hafið þau verkefni líka. Á þessu kjörtímabili gerðum við samræmdu við öll námsgögn og gerðum við gjaldfrjálst, þannig að öll börnin koma með eins bækur í skólan. Við höfum fjárfest í spjaldtölvum fyrir öll börn í unglingadeildum, þannig að allir hafi að ganga spjaldtölvum. Við höfum hafið lækkun og greiðsluþátttöku foreldra og tryggt börnum tekjulægsta hópsins að þau geti haldið áfram, að fá mat í skólanum, fara í frístund og vera í leikskóla. Við setjum það á oddinn núna að tryggja að ekkert barn í Reykjavík búi við fátækt. Við höfum síðustu ár líka verið að fara í gegnum alla þjónustu við börn og barnafjölskyldur og afraksturinn verkefni sem við köllum Betri borg fyrir börn. Við erum að byrja að innleiða það verkefni núna í öllum hverfum borgarinnar. Við færðum þjónustuna einfaldlega inn í hverfin til fólksins og þar sem að fjölskyldur og sérstaklega börnin fá stuðning í sínu nærumhverfi. Þau eiga að upplifa að þörfum þeirra sé mætt þegar þau þurfa á því að halda, alveg óháð einhverjum greiningum eða slíku. Þess vegna leggjum við áherslu á núna að við ætlum að ráða inn
fleira fólk, fleiri fagstéttir inn í leikskóla og grunnskóla. Við höfum aukið fram fjárframlög til skólana, en við erum ekki bara að horfa á hverjir, ekki bíða eftir að börn fái greiningar og slíkt, heldur erum við að horfa á félagslega samsetningu hverfa, þannig að það sé til fjármagn inn í hverfunum til þess að mæta börnunum. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni. Við erum að jafna stöðu barna og skapa tækifæri og þessu verðum við líka að halda áfram og þarna megum við ekki stoppa. Af því öll börn þurfa að fá tækifæri til þess að mennta sig, en þau þurfa líka að geta farið í frístundir. Þau þurfa líka að eiga líf utan skólans. Þess vegna ætlum við að efla alla stuðningsþjónustu. Þannig að börn sem þurfa á stuðningi utan skóla og stuðningi inn í fjölskylduna að halda, fá hann hratt og vel. Við ætlum líka að hækka frístundastyrkinn, af því að öll börn þurfa að eiga frístundir. Við erum að tala að hækka hann upp í 75.000 krónur á ári fyrir öll börn og jafnvel upp í 100.000 krónur á ári fyrir tekjulægri fjölskyldur. Þannig að við tryggjum að öll börn geti notið frístunda. Og við viljum líka að það eigi við fötluð börn og líka börn sem eru 16 til 18 ára. Og líka ætlum við að halda áfram og styrkja enn frekar hvernig við tökum á móti nýju fólki inn í hverfin okkar og kynnum hverfin, fólk sem hefur annað móðurmál en íslensku, kynnum sérstaklega frístundir fyrir börnum. Ég hugsa oft okkur sem búum hérna í borginni sem svona eina stóra borgarfjölskyldu sem á auðvitað rosalega mörg börn, en það er líka þannig í mjög góðum og fjölmennum fjölskyldum. Og það er svolítið ábyrgð okkar sem tökum með okkur forystustörf að skapa þannig umgjörð og samfélag að allir fái tækifæri til að taka einhverja ábyrgð og allir fái tækifæri til þess að taka þátt og að fólk einhvern veginn upplifa það tilheyri borgarfjölskyldunni sinni. Og það er svo mikilvægt að alveg sama í rauninni hvort það er þegar eitthvað bjátar á og þú þarft einhvern stuðning eða hjálp eða bara þegar þú vilt fagna virkilega einhverju, að þú finnir þú tilheyri borgarsamfélaginu og fjölskyldan þín annarkvort fagnar eða gleðst með þér eða hjálpar þér yfir einhverjar áskoranir sem þú stendur frammi fyrir. Einhvern veginn að vilja fáum öll tæki fyrir þess að láta til okkar taka, mennta okkur og skapa og vinna hvað það er sem að hugurinn okkar stendur til. Þetta er bara svona klassísk jafnaðarmennska og í stað þess kannski að fara að telja upp allt það sem við viljum leggja á borðið, þá erum við erum klassískir jafnaðarmenn, við erum vinstrimenn, við erum venjulegt fólk sem að viljum skapa hér góða borgarfjölskyldu fyrir alla sem búa í borginni. Kæru vinir, verum áfram framsækin og þorum að vera róttæk og taka slaginn fyrir því sem er rétt að gera. Þannig þarf stjórn borgarinnar einfaldlega að vera og þess vegna er mikilvægt að við séum áfram í forystu. Það eru bara 22 dagar, 22 vordagar í Reykjavík fram á kosningunum og við verðum að nýta þá vel og berjast saman fyrir því að Reykjavík haldi áfram á réttri braut, að við upplifum hér öll nýja og Reykjavík, hlýja Reykjavík, þar sem er pláss fyrir okkur öll að blómstra. Takk fyrir mig. Merki frá Diljá hvað ég að gera. Þetta segir mér ekki neitt, sko. Ok, frábært. Takk fyrir frábæra ræðu, Heiða. Eins og ég segi, ég skil ekki af hverju fólk kýs aðra flokka. Það má ekki taka þetta upp. Að því að einmitt, af hverju myndi maður ekki bara vilja jafnrétti fyrir börnin okkar öll. En já,
þetta má alls ekki leka. Nei, tjók. Heyrðu, við skulum keyra þetta áfram. Næsti ræðumaður, hann kynþokkafyllsti maður á Íslandi, eða var hvorsin einu sinni. Og nei, Dagur, ég veit, þú ert að hugsa, ég ekki að fara strax á svið. Ég ekki að tala um þig. Ég ekki að tala um þig. Ég að tala um Helga Pétursson. Komið sæl. Það orðið langt síðan að ég bar þennan titil en það ýmislegt til í þessu ennþá. Ég ætla nú að tala mjög stutt en aðalega viðhorf. Það náttúrulega sérlega gaman fyrir mig að koma hér. Ég náði að vísu aldrei að spila hérna en nú náði ég allavega að fá að segja nokkur orð hér í þessum sal. En ég minnist þess þegar ég satt hérna bara og var að hlusta á Heiðu að ég var líka í R-listanum og við unnum borgina. Það var gríðarleg stemming og ég einhvern veginn að fyllast upp aftur af þessari sömu tilfinningu. Ég held að við séum að og ég stend hér í staðinn fyrir Ingibjörgu Sólrúnu sem nú mikill heiður fyrir mig að fá að gera. Ég ætla bara að segja nokkur orð það að ég formaður Landssambands eldri borgara sem er landssamband 55 félaga eldri borgara allt land, 30.000 manns sem að tilheyra þessum samtökum og stóra verkefni finnst mér í þessu öllu saman viðhorf, aldursfordómar eru hluti sem við þurfum að berjast gegn, þeir eru ennþá til, en ég vil bara segja ykkur að við til dæmis, ég held tvisvar í mánuði þá held ég fjarfundi með öllum þessum 55 formönnum þessara félaga og þar sittum við bara á spjöllum og förum yfir málin og erum þess vegna að efla samstöðuna mjög vel og koma hlutum á framfæri. Við erum hætt eða munum sennilega í síðasta skipti í ár prenta bækling afsláttar bækling sem var svona sérstök tilboð til allra okkar félaga og við erum bara búin að setja þetta bara í app í síman auðvitað, eins og allir gera og það gerum við líka náttúrulega. Ég meina ég 72 ára gamall og í fínu stuði eins og lang flestir á þessum aldurskeiði og eiga auðvitað vera og það ekkert merkilegt við það að við séum á fínu skriði og það það sem við þurfum að bara hugsa Við erum bara, eldra fólk auðvitað sjálfsagður og eðlilegur hluti af öllu menginu. Það þarf ekki að setja það á einhvern sér stað. Ég heyrði einhvern frambjóðanda, ég held að vera Sjálfstæðisflokksins, stingu upp á því að það búið til sérstakt hverfi fyrir eldra fólk í Reykjavík. Það er eitthvað svona gammalmanna gettó eitthvað. Það enginn að biðja svona hluti, ekki nokkur, kemur ekki til greina. Það fyrst og fremst það sem við skulum hafa tvö orð í huga. Það öryggi og samvera. Það það sem að maður veltir helst fyrir sér. Hef ég öryggi í umhverfinu, fæ ég þá þjónustu sem ég þarf og get ég valið á milli, hef ég fjölbreytta búsetu kosti og hef ég síðast en ekki síst möguleika á samveru við annað fólk. Það gríðarlegt verkefni okkar að passa upp á að fólk lendi ekki í einsemd. Það mikið verkefni sem við munum að sjálfsögðu einbeita okkur að. En fyrst og fremst, og það ætla ég að segja, höfum bara gaman að þessu, þannig unnum við þetta fyrir mörgum árum með gleði og brosi og höldum því áfram. Bara fram til sigurs og gleðilegt sumar. Vá. Maður bara alveg eftir sig. It's hot in here,
Heyrðu, við skulum fá næsta ræðumann hér á svið. Hún ekki búin að fá titilinn kynþokkafyllsta kona landsins en ég verð fyrir miklum vonbrigðum ef hún fær það ekki í ár. Þetta Ragna Sigurðardóttir, forseti ungra jafnaðarmanna. Ágætu gestir, ég vil byrja á að biðja ykkur að afsaka rattleysi, kannski passa það samt við titilinn kynþokkafyllsta kona landsins í framtíðinni að vera með svona ráma rödd. Sumir segja þessa kosningabarátta að hún verði barátta hinna slitnu skósóla þegar við göngum í hús, bankum á dyr, en ef til vill verður hún líka barátta hinna slitnu raddbanda. En þetta reyndar eftirköst flensunar en ekki þrotlausra kosningasímtala sem ykkar hafa þegar fengið. En sjáum til þegar á líður hvort við erum ekki nokkur svolítið rám eftir baráttuna. Ég stödd hér í forföllum manneskju sem ég lít mikið upp til og ég núna þriðja manneskjan til að nefna hana nafn. Það Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum borgarstjóri. Og ég lít upp til hana vegna þeirra breytinga sem hún leiddi í borginni. Við gleymum því stundum að það bil sem að ég fæddist að þá var tæplega þriðjungur barna á leikskólaaldri með leikskólapláss í Reykjavík. 10 árum síðar var hlutfallið orðið yfir 80% og nú hlutfallið yfir 90% sem fáir kannski vita að það mun betur en gerist á mörgum öðrum Norðurlöndum. En við verðum að gera enn betur, við höfum verk að vinna og við erum með fjármagnar, útfærðar og tímasettar áætlanir hvernig á að gera það. En tölum aðeins það sem hefur gerst á síðustu kjörtímabilum. Einu sinni þá hjólaði enginn í vinnuna. Einu sinni var hugtakið borgarlína ekki til. Einu sinni notaði bara örfáir strætó og einu sinni voru rafskútur og deilibílar ekki einu sinni hugmynd. Nú hins vegar fara yfir 9.000 manns ferða sinna hjólandi. Örflæði orðið alvöru konsept og mörg ykkar tóku hopphjól hingað. 30.000 manns taka strætó á háanna tíma á hverjum einsta degi og framkvæmdir við borgarlínu að hefjast. Samfylkingin í Reykjavík hefur leitt þessar breytingar og við erum stolt af arfleið okkar. Og við erum líka stolt af arfleið Reykjavíkurlistans sem var að Samfylkingunni og kvennalistans sem komu þar á undan. Og við viljum halda áfram að leiða í borginni og ég ætla að biðja ykkur aðstoð við það. Þetta verður barátta hinna slitnu skósóla og barátta hinna slitnu raddbanda og ég hlakka til að sjá okkur öll á kosningamiðstöðinni á eftir og vonandi sem flesta daga það sem eftir fram að kosningum. Takk fyrir. Æðislegt, já, þá komið að því sem við höfum öll beðið eftir. Maðurinn af öllum mönnum. Ég spurði hann hver var uppáhalds Disneymyndir hans og hann sagði að það væri Fantasía með Galdrakallinum sem kom út 1940 og hann sagði kannski dálítið gamalt, ég eitthvað, hvað ertu samt gamall í alvöru? En þú veist, ég veit alveg að þú ert mjög unglegur og allt þannig, en þetta alveg bara, þetta next level. En við skulum bjóða hann hjartalega velkomin, þetta Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Kæru félagar, kæru vinir, kæru borgarbúar, ég nú bara hrærður að standa hérna með ykkur. En ætla að segja það strax að þeir sem komið hérna til þess að fá frá mér eitthvað svona hefðbundna stjórnmálamannaræðu, þeir fá bara endurgreitt frammi. Mér langaði nefnilega að gera aðeins annað með ykkur, því ég fór sjálfur í fyrra þegar ég skrifaði bók sem ég kallaði Nýju Reykjavík í gegnum svolítið ferðalag. Af hverju maður að standa í þessu? Af hverju barist? Af hverju eru þið hér? Hvað trúum við á? Hvað kveikir í okkur?
ætla að sýna ykkur nokkra myndir. Þessi strákur þarna kom með foreldrum sínum frá Noregi og þessari appelsínugulu bjöllu. Mamma var álitin mjög skrítin vegna þess að hún notaði reyserinn til þess að hjóla úr Árbænum niður Ártúnsbrekkuna þar sem hún vann í Ármúlanum. Þannig að hún var bæði vakti athygli fyrir það og hárið, sem önnur saga. En mér datt ekki í hug, né kannski nokkrum öðrum krökkum sem ólust upp í Árbænum, að ég ætti eftir að fara í pólitík. Það var fyrir einhverja kalla, jakkafötum. Þannig að þetta í raun röð tilviljana sem að leiði til þess að maður fer þessa leið. Og þegar við Arna giftum okkur, sorry Arna, ég noti þessa mynd, að þá vorum við á leið út í heim að læra meiri læknisfræði. Og eins og fyrir tilviljun náði ljósmyndarinn þessari mynd þegar við vorum eiginlega rölt á milli tökustaða og þið sjáu skiltið þarna með ráðhúspílunni. Það bara lá eitthvað í loftinu og við skiptum aftur hérna yfir á þessa konu. Ef það eitthvað sem ég stoltur af, já ég stoltur af efstu frambjóðendunum, en við erum með í heiðursætunum á listanum fólk sem að ég ber svo óendanlega mikla virðingu fyrir og hef lært svo rosalega mikið af, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og Jón Gnarr. Ok, ef þetta hefði farið illa hjá mér þá hefði maður líka getað sagt að Ingibjörg Sólrún hefði eyðilagt líf mitt. Því hún plataði móti í borgarpólitíkina, fekk mig í framboð með Reykjavíkurlistanum. Þetta var auðvitað rosalegt ævintýri allt saman. Og þetta er kjarninn. Það sem maður kynnist þegar maður kemur inn í Reykjavíkurlistan og inn í Reykjavíkurborg er að stóru breytingarnir í borginni verða þegar konur fá völd. Þegar börn, já, þegar börnin og umhverfið eru sett rækilega á dagskrá. Þau eru bara sett í forgang. Munið þegar Vigdís var forseti, þá mátti hún tala um börn og umhverfismál að því það var ekki pólitík. En þetta er, kæru vinir, aðalpólitíkin. Jöfnuður, börn og umhverfi. Og Reykjavík hefur auðvitað verið bara það vígi, þar sem sterkar konur brutu hvert glerþakið og fætur öðru. Ég byrjaði vikuna núna eftir páska að fá niðurstöður það að kynbundinn launamunur innan borgarinnar er 0,4%. Hann er innan skekkjumarka. Vitið þið það? Áður en Ingibjörg Sólrún byrjaði þá var hann ekki einu sinni mældur, þannig að fyrsta talan bara byrjar þar. En svo gerist alls konar í lífinu, þetta er forsið það að ég ætti að verða borgarstjóri, ég var það aldrei og það sem maður áttar sig á í þessu, að þetta er svolítið löngsaði, verðið eiginlega bara að lesa bókina, að það sem maður heldur að sé mótlæti í augnablikinu og eitthvað andstreymi, að það er stundum það sem verður manni til mestra gæfu, þannig að ég einhvern veginn detti í það að fá skipulagsmálin í fangið. Og þau eiga hjarta mitt. Fyrsti fundurinn sem ég átti var að Háskólinn í Reykjavík væri að fara í Garðabæ. Og þetta var rosaleg barátta sem í mínum huga snerist ekki staðsetningu á skóla eða hvað er þetta að byggja húsnæði. Heldur hver framtíðin ætti að vera í Reykjavík og fyrir Ísland og hvernig við byggðum upp þekkingarhagkerfi. Þannig að Háskólinn í Reykjavík er í Vatnsmýri og þar búa framtíða tækjafæri að svo mörgu leyti. Annað mál var Hlemmur, þar sem ég ólst upp við að labba svona á milli þegar ég var á leiðinni til og frá norsku og leita smápenningu til þess að geta keypt mér nammi og meðan ég beið eftir strætó og leið upp í Árbæ. En þegar maður lítur upp og hættir að leita smápenningu þá áttar maður að sjá að það er svo margt í borginni sem má betrumbæta. Arnarbakkin í Breiðholt er annað, Völvuföllið, en líka Hlemmur og hann er svona núna og verður svona á morgun. Því að núna erum við að byrja umbreytingu Hlemmtorgs og þetta er bara eitt af fjölmörgum verkefnum þar sem við erum að umbreyta borg sem við erum kannski bara orðin vön og ég man að það var ungu sjálfstæðismaður þegar við
byrjuðum þetta fyrst þegar ég var yfir skipulagsmálunum sem skrifaði sérstaka grein að allir vissu að Hlemmur væri bara dauður og mundi aldrei lifna við. Þetta annað svæði sem við höfðum vanist sem rampa. Þetta raun bara mynd af bílaborginni Reykjavík. Umferðaræð, hraðbraut á annarri hæð sem átti að fara upp á Tollhús, beygja á milli í bilið við Grófarhús, strauja Grótaþorpið og tengja gullfallega við Suðurgötuna. Þetta vitið þið það, kæru vinir, framtíðarsýnin sem við höfum verið að snúa í 180 gráður í borg fyrir fólk. Borg sem leggur áherslu á manneskjuna og ýtir til hliðar hraðbrautum inn í miðjum íbúðahverfum. Þessi kall á spássu í sögu Reykjavíkur. Ég hafði ekki hugmynd að þetta pabbi. Þetta í bókin hans Guðjóns, ég sá Guðjón hérna áðan, alveg mælum einstaklega vel með þessari bók. Ég vandist pappa nefnilega tuðandum það að fá ekki að kaupa jeppa við eldhúsborðið heima. Þannig að bílaborgin, hún gleypir okkur öll. Þannig að þó að hann hafi verið að berjast gegn niður yfir gamalla húsa á sínum yngri árum, að þá verðum við svolítið samtuna þessu og þess vegna dálítið mikið átak að breyta þessu. Þess vegna eru býsna margir sem spyrna við, en þess vegna þurfum við pólitískt afl til þess að gera þetta fyrir loftslagið, fyrir umhverfið og lífsgæði þeirra sem ætla að búa í borginni, ekki bara núna, heldur til framtíðar. Þeir sem að skilja þessa mynd þurfa ekki að lesa aðalskipulagið sem eru reynda frábært en 350 síður. Þessi mynd sýnir það að það halli í borginni. Við búum of mikið að meðaltali má segja í útjaðrinum og keyrum síðan til vinnu á morgnana, þá þessi mynd tekin af löggunni í september, svo keyrum við tilbaka seinnipartinn. Verkefni sem við erum búin að vera að vinna að leiðrétta þennan halla, þétta byggðina, nálægt stóru vinnustofunum og fjölga atvinnutækifærunum í útjaðrinum. Þannig batnar borgin fyrir okkur öll, bæði þá sem að búa í útjaðrennar og líka hinna. Og sérstaklega þá sem muni bætast við, því að muni bætast 70.000 manns inn á höfuðborgarsvæði til 2040. Og þess vegna þurftum við að leggjast yfir þetta og leysa þetta. Það hefur mætt svona andspyrnu og þetta Halldór Baldursson sem túlkar þetta, sést til hjólreiðamanns og þá bara verið að þrengja að einkabílnum. Við erum bara að tala betra jafnvægi og við erum að tala lausnir sem eru þannig eftir því sem fleiri nota almenningssamgöngur, fleiri hjóla eða ganga eða hafa bara styttri veg að fara, þeim betra líka að keyra fyrir þá sem ætla að halda því áfram. Þetta eru nefnilega ekki andstæðir hagsmunir. Við þurfum að gera þetta og við getum gert þetta saman. Aðeins aftur á ævisögunni. Sumir kalla þetta fermingamyndina. Þetta sem fyrstu kosningarnar sem ég leiddi og það svolítið eins og mamma og pappi séu þarna fyrir aftan og stressuðu við því að ég sé að fara að halda slappa ræðu í fermingavíslunni. Og við reyndar unnum alls ekki þessar kosningar og Sjálfstæðisflokkurinn kom að. Það fyrsta sem það gerðu var að þeir voru með svona helgiathöfn og hengdu upp mynd af Bjarna Ben. Og svo næsta sem gerðist var að Villi fór til Moskvu og gaf konu borgarstjórans 2 hesta. Hún var sem ríkasta kona heims og hafði efnast mjög mikið á verktakaframkvæmdum hvar? Í Moskvu og engum fannst það skrítið. Þessu samstarfi erum við að slíta. Já, þetta voru nú ekki allt bjartir dagar hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni og svo sem ekki bjartir dagar í borgarpólitíkinni yfir höfuð. En þarna var það eiginlega svona klofningur sem bara ennþá raunverulegur hjá þessum flokki og hann þarf eiginlega bara að fá sér eitthvað svona sáttamiðlara og eitthvað sérstakt húsnæði og útkljá sín mál áður en hann getur boðið almennilega fram í borginni. Við á minni kynslóð náðum reynda bara býsna vel saman, ég og Gísli Marteinn og Hanna Birna og það fullt af góðu fólki í öllum flokkum og margt af því deilir okkar sýn á samgöngumál og græna borg. Við skulum ekki tala eins og við þurfum frekari skotgrafir í því, en allt fólk sem veit að loftslagsmálin og góð borgskiptimáli verður bara núna að ganga til liðs við okkur og ég ekki að upplýsa neinn leyndamála, það opinbert, en sem að
Elisabeth dóttir Gísla Martins á listanum í okkur núna, sko. Já, það var alls konar sem gerði. Þetta voru 4 meirihlutar og það var alveg ótrúlegt, alls konar, já. Það í raun mjög mikið af fréttaljósmyndum frá þessum tíma sem eiga mjög mikið sameiginlegt með myndlist á miðöldum. Þetta svona einhvern veginn Rafael, svona einhverju ljós og skuggar og rosalegt drama á hverju einustu mynd. Heyrðu, en svo kom þetta lið. Tók bara í lurgin á okkur, ég man ennþá eftir þessar kosningabaráttu, þetta var svo lapp í leðju. Fólk var bara, já, ég heyri alveg hvað þetta segja, bara ég get ekki kosið neitt af gömlu flokkunum núna. Og sem betur fyrir fengum við besta flokkin og meðan restina Evrópu fekk öfga hægri flokka. Og besti flokkurinn var farvegur fyrir reiði sem að við beisluðum í frábæru meirihluta sem tók til eftir sjálfstæðisflokkin. Og við byrjuðum að faðmast í ráðhúsinu. Það var faðmast í ráðhúsinu alveg fram að COVID. Það var bara komið spritbrúsanir í staðinn. En það var ótrúlega hlýja í þessu samstarfi og ég hef sagt frá því sjálfu, ég þurfti að taka sjálfa mig í gegn, ég var farin að tala eins og skýrsluvélar ríkisins eða eitthvað. Það hringdi blaðamaður og maður bara, já, hvaða skýrslu viltu að heyrum núna? Og einhvern veginn fóru að hafa meira gaman að þessu, það höfðu ekki allir jafn gaman að þessu á þessum tíma. En svona er bara lífið og það er bara alls konar og pólitíkin er alls konar en þetta var magnaður tími vegna þess að þarna gerðum við aðalskipulag sem við erum ennþá að fylgja og snérum skipinu að mjög miklu leyti líka í fjármálunum þar sem við höfum verið á öruggri siglingu alveg síðan. Og ég fór að hafa svo gaman, það var eiginlega of gaman af því að einhvern veginn að draumarnir sem var sáð í upphafi, þannig erum við að taka skóflustunga Grósku sem 17.500 fermetra frumkvöðlasetur í Vatnsmýrinni sem eins og hálf kringla. Það eru 100 manna sem vinna þarna við að uppgöta nýja hluti, stofna fyrirtæki og gera samfélagið auðugra. Og þarna er mynd sem ég tók í skoðanaferð út í Gufunes þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað eigum við að gera og það er meira þess að sko bryggjan hangir upp á lýginni af því að staurarnir hafa sargast af sjó og eru að hruni komnir og svo setjum við fram framtíðarsýn. Það er ekkert sem skiptir jafn miklu máli í borgarmálum eins og hafa framtíðarsýn, úthald og siglu og kraft til þess að fylgja eftir. Og núna er þetta orðið kvikmyndaþorp, þorp skapandi greina með ótrúlegri starfsemi á hverjum einsta degi og við leiðum líka fullt af húsnæði sem var vissulega mjög hrörlegt til listafólks og skapandi hópa vegna þess að skapandi borg er líka þar sem við trúum á að sé mikilvægt fyrir framtíðina í Reykjavík. En það sem ég er stoltastur af þegar ég horfi á verkin er umgjörð barna. Ég veit þetta eru bara strákar, þetta eru vinir mínir úr Árbænum. Við vorum þarna að hittast á túni af því við höfum unnið bikar og vorum svo stoltir. En það sem við bæst við í umgjörð barna á síðustu 20 árum eftir að Reykjavíkurlistinn og konarnir tóku völdin er ekki bara leikskólamálin. Það voru ekki frístundaheimili, það voru ekki 10-12 ára klúbbar, það var ekki heitur matur í öllum skólum. Það var ekki samfelldur vinnudagur barna þar sem var skull til íþróttafélagin og tónlistarskólar inn í einum hefðbundna skóladegi. Það hefur orðið bylting í aðstöðu barna og þeirri byltingu verðum við að halda áfram. Og já, við ætlum að hækka frístundastyrkin í 75.000 krónur og já, við erum með ítarlega málefnaskrá betri borg fyrir börn. Ok, þetta er smá montmynd sko, þetta eru þessi krakkar þarna, það eru orðin svolítið stærri, en það má bara ekki birta myndir af öðrum börnum í svona opinberum sýningum orðið sko, þá bara fær maður bara bréf frá persónuvernd og ég er ekki að grínast. En það sem ég er stoltastur af eru húsnæðismálin. Þarna keyptum við gamla geymslu fyrir fiskafurðir út á Keilugranda og þarna er núna búseturéttaríbúðir sem eru einkum búsettar af ungu fólki sem eru með lýðheilsuvöll. Þetta er eitt af 3000 íbúðum á vegum óhagnaðardrifinna félaga sem hefur bæst við á síðustu örfáu árum í Reykjavík. Ég elska skóflustungur.
Ég bara játa þetta hérna í góður að vinna hópi, en það ekki vegna þess að ég veit ekki að þeir eru hallarislegar og þetta oftast einhverju kallar og eitthvað svona. Það bara ég veit hvað ótrúlega mikið sem búið að gera og þarf að gerast áður en það hægt raunverulega að byrja að byggja. Og það þess vegna sem að ég fæ, sem líka mjög skrítið, gæsahúð yfir öllum þessum tölum, en ef við reyna að snúa þess á okkar mannamál, þá saga Reykjavíkur eins og Guðjón getur staðfest, saga samfelldrar húsnæðiseklu, meira eða minna. Það sem hefur gerst á síðustu árum að yfir 5.000 Reykjavíkingar hafa fengið örugt þak yfir höfuðið í íbúðum á vegum uppbyggingafélaga sem eru óhagnaðardrifin, þau eru ekki að fara neitt og þau eru tilbúin að vinna með okkur jafnaðarmönnum áfram að því að gera annað eins og halda áfram í byltingunni fyrir tekjulága, fyrir stúdenta, fyrir eldra fólk og alla sem ekki búa við húsnæðisöryggi. Þar þurfum við að taka slaginn. Ég misti mig aðeins þarna, þú veist, við verðum svolítið mikið niðri fyrir. Það vegna þess að við byggum til mörg þessara leið og þessara tækja með verkalýðshreyfingunni og alþingi og svona, en það eru bara engin af nágrannasveitarfélögum sem að gera þetta. Vitið af hverju? Pólitík. Pólitík, það nefnilega ekki nóg að hafa lausnirnar, það ekki nóg að hafa áhugasama verkalýðshreyfingu eða stúdenta eða byggingafélag eldri borgara, þú þarft að hafa þá pólitík að byggja fyrir alla tekjuhópa. Að þetta þurfa að vera samfélag fyrir alla. Það þarf að hafa jafnaðarfólk við völd. Þegar við tókum við borginni 2010 frá Framsókn og Sjálfstæðisflokki, þá fóru 10 íbúðir í byggingu það árið. 10. Nú hafa það verið yfir 1000 í nokkur ár. Það algjört met í byggingasögu borgarinnar. Við höfum verið að sjá meira íbúðum koma inn en þegar það var verið að byggja Breiðholtið og Grafvoginn og allt þetta. Við höfum verið að sjá íbúðum fjölga mjög hratt á síðustu 5 árum yfir 12.000 í Reykjavík. Það líka met fjölgun í borginni. Og það sem við sjáum að auk þess að við erum með þessa fjölbreyttu húsnæðisuppbyggingu, þá höfum við tekið algjöra forystu í magni miðað við nágrannasveitarfélögum. Já, við erum bláa súlan. Og það sem meira að 4 af hverjum 5 íbúðum sem eru byggðar af óhagnaðardrifnum félögum að byggjast í Reykjavík. Það þetta sem ég að tala um. Þannig að við þurfum húsnæðissáttmála bæði til þess að við getum haldið þessu áfram en líka til þess að aðrir geta girt sig í brók. Við verðum nefnilega að tryggja húsnæði fyrir alla. Og svo erum við að umbreyta borginni. Þetta svona smá fyrir eftir. Þið sáu myndina þessu áðan og svona þetta núna. Þetta Exeter-reiturinn, þarna fiskihöllin, var með turni sem var horfinn, hann komin aftur. Og svona þetta svo víða í borginni. Þarna byggðum við á bílastæði fyrir utan Landsbankann og Laugaveg 77. Þetta svona núna. Svona þetta eftir allri hverfisgötunni. Og ég leyfi mér að hafa Óðinstorgið með þó ég get ekki eignað mér það nokkuð skapaðan hluta því ég var vanhæfur í því máli og þurfti að víkja af öllum fundum. En þetta borg fyrir fólk. Þetta borg fyrir fólk. Og svona erum við að gera út alla borg. Tókum 3 torg upp í Mjódd bara núna á síðustu 2 árum. Og þetta torg sem allir elska svona núna hjá bæjarins bestu. Og þessi mynd eiginlega rosalegust því að hún bara frá 1980 sem eiginlega bara í gær finnst fólki svona minni kynslóð og eldri kynslóðum. Svona þetta núna. Og verður dásamlegt í sumar því að núna þetta að opna og fyllast af lífi líka jarðhæðirnar og koma fullt af veitingastöðum, verslunum og alls konar þjónustu. En þetta eru svæði sem við getum öll bent á og verið stolt af. Þetta uppbyggingin á Hlíðarenda. Þannig erum við að byggja íbúðir fyrir fólk, alls konar fólk. En við erum líka að taka svæði í borginni sem hefur verið haldið til hlés til að byggja velferðarþjónustu og spítala
og sjá þá byggingu verða veruleika og það þurfti líka að berjast fyrir því. Og til viðbótar við meðferðarkjarnan, heilbrigðisvísindahúsið og rannsóknahúsið, þá viljum við í Samfylkingunni í Reykjavík að það verði strax farið að huga að uppbyggingu geðsjúkrahús, sem ekki áætlun, og göngudeildarhús. Það okkar stefna. Út á Granda þessi gamla síldaverksmiðja sem orðið menningarhús, dásamlegt. Þessi bílagata orðið mannlífsmiðja og þessu þarf að halda áfram. En það sem peningarnir hafa mest farið í eru fjárfestingar fyrir börn. Í hverfum sem oft ekki næstu eins mikið í fréttum og allir hinir reitirnir. Þetta verkefni upp í Úlfarsárdal, þar sem við byggðum saman skóla, leikskóla, bókasafn, menningarmiðstöð og sundlaug. Þetta ekki arkitektamynd, þetta svona, þetta tilbúið og það verður að nota þetta á hverjum einasta degi. Og þegar ég fór upp í Mjódd í þarsíðustu viku til að horfa á Steinar spila fótbolta, þá rölti ég í hálfleik til að taka mynd af nýja frjálsíþróttavellinum, sem alltaf í fréttum ekki satt. Nei, það ekki fjallað það, við erum búin að setja 5 milljarða í innviði fyrir íþróttir í Breiðholti bara á síðustu 3 árum og þetta allt saman að vera klárt. Þegar þið sjáið á strætóskýlum standa fjárfestum í hverfunum okkar, þá það ekki bara einhver frasi. Þetta einn af stóru átakapunktunum í þessum borgarstjórnarkosningum. Við erum með áætlun að halda áfram að fjárfesta svona í hverfunum okkar, þar sem fólki býr og að kalla eftir íþróttaaðstöðu, viðbyggingum við skóla, sundlaug í Fossvogi og svo framvegis. Aðrir flokkar að boða að beina fjárfestingunum frekar í hverfi sem ekki til, þar sem enginn býr. Það sem fólk fær með þéttingu byggðar og þróun borgarinn eins og við viljum sjá hana fjárfestingu í hverfunum sínum, ekki hverfum þar sem enginn býr. Þetta munurinn. Og þetta byggir ekki bara á einhverju að því bara eða að því mig langar það. Þetta byggir á vöndum greiningum, gríðarlegum undirbúningi og metnaði, en líka því að við þurfum að takast á við loftslagsvána. Við þurfum að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum og í leiðinni erum að fjárfesta og gera breytingar á borginni sem í þágu lífsgæðana. Lífsgæðin í hverfunum, eins og þarna í Hlíðunum sem munu sameinast þegar umferðin á Miklubraut fer neðanjarðar í stokk en á yfirborði verða borgartorg, græn svæði og hjólatengingar, íbúðir, þjónusta. Þetta lífsgæðaborgin sem við erum að boða. Og hér stofnleiðakort yfir hjólreiðar á öllu höfuðborgarsvæðinu. Við hugsum nefnilega ekki bara Reykjavík, við hugsum allt höfuðborgarsvæðið og það þarf. Líka í almenningssamgöngum og eitt af stóru málunum að ef okkur gengur vel þá kemst borgarlínan til framkvæmda á næsta kjörtímabili. Og það þarf. Já, málu klappa fyrir því sko. Það fyrsti áfanginn sem á dagskrá það og stórar framkvæmdir. Við þurftum að ná saman við fullt af sjálfstæðismönnum og ríkisstjórninni til þess að ná þessu saman í samgöngusáttmála, en trúið mér, það þarf á okkur að halda til þess að halda þessu ágæta fólki saman og á réttum kursi í þessu, en þetta hefði aldrei gerst því að þessi mynd oft birt nema þessi hópur hefði ekki verið til. Meiri hlutin í borginni sem hefur unnið saman sem einn maður og það nú ekki sjálfsagt. Hvort sem litið til sögu borgarmálana undanfarin ár og áratugi, hvað þá landsmálana að 4 flokkar geti unnið saman, ólíki flokkar sem einn maður, en það gríðarlegur styrkur að því og við eigum að stefna að því áfram og þarna fyrir miðju, aðeins tilbaka,
lýsir auðvitað eins og sólin, hún Gunna okkar Ögmunds, og þegar við hittumst á sama stað til að skála fyrir henni ári síðar, að þá braust sólin fram í þann munn sem við lyftum glösum. Þannig að þess vegna erum við hér, ekki út af mér, ekki út af þessu fólki, þó að ég sé ótrúlega stoltur yfir þessum hóp sem að fara að bera uppi framboðslista jafnaðarfólks og samfylkingarinnar í borgarstjórnarkosningunum, heldur út af þessum verkefnum, út af betri borg fyrir börn, út frá jöfnuði og jöfnum tækifæri til frístunda, út af þróun borgarinnar, út af loftslagsmálum, út af framtíðinni, út af því að það þarf skýra framtíðarsýn til að þróa borg og það þarf pólitískt afl og kraft til að hrinda því í framkvæmd. Við ætlum að klára borgarlínudæmið, en það eru fjölmörg önnur verkefni líka. Við erum að opna heimasíðun í dag, við erum að kynna stefnuskrána og við erum að kynna allt þetta fólk sem ætlar að bera þetta uppi, og ég ætla að kalla þetta upp á svið þannig að þið getið klappað ærlega fyrir þeim. Gjörðu svo vel. Bara að lokum, við erum ekkert án ykkar. Og þessi barátta verður ótrúlega stutt. Við þurfum að tala við alla sem við þekkjum, allt okkar fólk, og við höfðum til ykkar ef að þið getið lagt okkur lið, tekið þátt, ef þið getið tryggt ykkar fólk á kjörstað, helst utan kjörfundar, út af þeim sem fara í Kanari eða eru Eurovision fíklar eða gleyma sér yfir Liverpool Manchester United. Eða hvað það nú er. Manchester City það ekki, já. Það er nefnilega svo stutt í kjördag, það er svo mörg verk að vinna, þess vegna er ég svo yfirmáta stoltur og ánægður að sjá hvað er margt fólk hérna. Við ætlum að halda áfram niður á Hafnartorgi þar sem við verðum með kosningamiðstöð og veitingar fram eftir degi. En takk innilega, Steiney, þú ætlar að slá botn í þetta með gigantísku tónlistaratriði, þú ætlar að dansa, þú ætlar að syngja, þú ætlar að vera með alls konar sprell. Gjörðu svo vel, Steiney! Vá, hvað ég átti þetta skilið. Heyri, það er frábært að hafa ykkur hér. Við erum að fara að enda þetta, eins og Dagur segir, endilega öll komið með okkur niður á Hafnartorg. Fyrir það sem vita ekki hvar Hafnartorg er, eins og ég, sem er kannski eina manneskjan hérna inni, af því að þið eru öll í borgarmálum, er að það er hjá Bæjarins bestu, og það er nýja kosningamiðstöðin, beint við hliðina á Joe and the Juice, þannig að ef allt slær í harðbakkann þá getur Dagur, þá er hann fullkominn til að vinna þar, bara alveg við hliðina. Við veistum bara eitthvað fyndið, eitthvað, já allavega. En við ætlum að enda þetta á tónlistaratriði, ekki frá mér, því miður, af því að ég er bara tapari í söngvakeppninni. Nei, djók, ég er að djóka, ég er geggjuð. Ég er geggjuð. Nei, það er tónlistaratriði frá, ég myndi segja bara einu flottasta band á Íslandi í dag. Þetta er Inspector Spacetime. Þau voru stofnuð 2020 að þeim leiddist ógeðslega mikið í COVID og höfðu ekkert að gera, sem er náttúrulega frábært til þess að byrja hvað sem er. Þau eru búin að gefa út sko 10 lög á 2 árum og þetta eru allt svona ótrúlega dansvæn lög, þannig að fyrir þá sem að eru kannski, já, ef þið komið hérna fremst og dansið með, og þá verður það náttúrulega bara geggjað. En takk allir ræðuhaldarar, takk fyrir mig. Hér er Inspector Spacetime. Gjörðu þið svo vel.
Það er... Halló, Anna. Let's go. Halló, gleðilega sumardagi fyrsta. Já. Ég í gallajakka í tilefni dagsins. Yes. Klöpp fyrir því. Já, við ætlum bara að byrja á nýju lagi sem við vorum að gefa út daginn og það heitir Kendu mér og það er mjög, já, það er bara svona með dillingur eða standa upp og dansa eða eitthvað, sko. Já. Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér, get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa. Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér, get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér. Ég kann ekki skemmta mér ef þú segir að hjálpa mér, kenndu mér. Ég kann ekki skemmta mér ef þú segir að hjálpa mér, kenndu mér. Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér en get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa. Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér en get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa. Já. Er ekki allir í stuði? Maður sjá hvort við getum fengið þetta til að klappa með. Maður sjá þetta klappa! Alltaf fram að klappa! Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér en get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa. Hallar á mér, sýndu mér takta, vil koma þessu frá mér en get ekki sagt það. Kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa, kenndu mér að dansa. Kenndu mér, Yes, sirree. All right.
Ok, við ætlum bara að taka eitt annað lag og það er ennþá betra jafnvel til að dansa við. Þannig að bara gera svo vel að dansa. Haldaði frá með tilleikur. Gleðilegan sunnudag fyrsta. Þetta er lag sem heitir Dans og Bánsa og það er svona vinsælasta lagið okkar, svona lagið sem fólki finnst skemmtilegast. Þannig að kannski mun ykkur finnast það líka. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa, að dansa. Dansa og bánsa og dansa og bánsa. Dansa, bánsa og dansa, 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 dansa. Bánsa og dansa og bánsa og dansa. Bánsa, dansa, bánsa, 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 bánsa. Ég elska að dansa. Ég elska að bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa, að bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa, að dansa. Nú ætlum við allir að taka upp flautuna sínar. Viltu dansa við mig því ég vil dansa við þig. Ef þú vilt dansa við mig skulum við dansa. Viltu dansa við mig því ég vil dansa við þig. Ef þú vilt dansa við mig skulum við dansa. Viltu dansa við mig því ég vil dansa við þig. Ef þú vilt dansa við mig skulum við dansa. Viltu dansa við mig því ég vil dansa við þig. Ef þú vilt dansa við mig skulum við dansa. Dansa, dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Ég elska að dansa, að dansa, að dansa, að dansa og bánsa. Takk fyrir okkur! Gleðilegan sunnudag fyrsta! Gleðilegan sunnudag!